núna kemur svona smá svona grabbak af alls konar einhverju skemmtilegu í CSS en eins og við fórum yfir í seinasta fyrirlestri þá CSS í mikilli framþróun, það mikið af virkni að koma inn og það mikið af hlutum sem eru svona þegar maður fer að fylgjast með, kannski subscribe einhver vefforrituna newsletters eða follow einhver á Twitter sem í þessum bransa þá sér maður ofta eitthvað svona, hei, þetta komið hérna stuðningu við þetta í Chrome eða komin stuðningu við þetta í Chrome Canary sem útgáfan af Chrome sem ekki komin út en við getum sótt sem svona að við vitum hvað það og þá fáum við aðgang að ákveðnir featuresum sem eru bara svona í vinnslu sem getur verið að einhverju af þessum virkni sé komið út en bara á bak við flagg þannig að við störtum vafranum okkar með einhverju ákveðnum flaggi allow virkni að þá erum við að segja að það má keyra þennan kóða sem lætur þessa virkni virka en það alls konar þarna úti og þá kannski vert eitt svona filosófísk pæling sem sem progressive enhancement sem í raun að hugsa verkefnin okkar sama hvað það eins og við komum inn á áðan hvað minnsta mögulega settið af virkni sem ég þarf til þess að fólk geti lesið og notið og nýtt vefinn minn og þegar við komum með þetta baseline sem þá bara eitthvað vef, örugg leturgerð, ekkert CSS eða bara eitthvað minimum CSS bara semantic HTML að þá getum við bætt við virkni í lögum og þá getum við bæði athuga bara hvað stutt ef það stutt, einhver leið til þess að opta inn og nota það einhver leið til þess að athuga hvort það virkni sé til staðar og þannig svona ákveðið þennan minnsta hlut sem við þurfum og síðan, bætt ofan á og þetta ekkert eitthvað sem við erum alltaf að hugsa með eitthvað svona en það gott að hafa samt í huga að það ekki allir með einhverja nýja tölvu sem mjög hraðvirk á góðu neti með góðan skjá það jafnvel bara það að ég sé niður í kjallara hérna einhvers staðar þar sem ekkert netsamband og ég ekki með Wi-Fi og þá allt í einu ég komin niður á mjög hægt net og þá verður upplifunin þegar nota svona vefi hræðileg af því að þeir bara eru endalaust að lóta og þá eru leiðir til þess að bæði ákveða hvort við getum stutt ykkur ákveðna virkni og til þess að búa til einhverja svona mitigation strategy þar sem við erum í raun ef eitthvað ekki hægt þá gerum við eitthvað eins og með letur og font swap og þá þetta í raun bara eitthvað byrja á þessu við erum með eitthvað efni sem við viljum koma fram eða eitthvað verkefni sem þarf að klára hvað það minnsta sem við þurfum ekki að vera með einhverja risastórar myndir eða 3D módel eða eitthvað nema verkefni sé að presentera það þannig að við fókusum á þetta og bætum síðan utan á þetta merkingafræðilegt HTML einhverju grunn útliti svo hugsanlega einhverju flóknar útliti og síðan einhverju virkni og síðan einhverju flóknari virkni með JavaScript eftir því hver stuðningurinn og þá þetta oft hugsað svona ef við reynum að það til margar myndir af þessu en við viljum ekki bara sjá bakgrunnsmyndiðina þína sem rosalega flott og ekki textan við viljum sjá textan bara án bakgrunnsmyndirina þegar þá get ég byrjað að lesa og gert eitthvað alveg þangað til ég fæ bestu mögulega útgáfu af vefnum og þá það með þessi eigindi og gildi að svona fail caseið í CSS bara ef það eitthvað gildi eða eitthvað eigindi sem óþekkt þá það bara hunsað og það sem áður var skilgreint notað í staðinn í flestum tilfellum þannig að þá getum við bæði sett inn gildið með nýju virkninni og svo með bara einhverju grunnvirkni og svo með einhverju nýri virkni þá þetta kalk orðið það stutt og þetta þarf í raun ekki lengur nema við séum að styðja einhverja fjörgamla vafra þá segi ég vil vera með 99% width yfirleitt en ég veit að ég vil nákvæmlega vera með 100% width mínus 30 pixla og þá get ég nota kalkfallið til þess að reikna á milli hlutfallslegra og nákvæmra eða hlutfallslegra með mismunandi einingum gilda og þá kalk leyfir það þannig að þá getum við útfært þetta sem við vorum að skoða í seinasta fyrirlestri að væri svolítið vesen hvað 1 pixel plus 50% plus 1 EM þá getur þetta leyft okkur að bara explicitly reikna það út þannig að í raun nota gildi okkar verður í raun eitthvað sem að við getum
hugsað og látið vafran síðan reikna þó við vitum ekki hvað nákvæmlega það verði á endanum. Í langan tíma þá var það þannig að í staðinn fyrir að vera með virklina á bakvið svona feature flug eins og núna yfirleitt gert eða í svona kanari útgáfum af vafranum, að þá setti vafrinn þetta út en setti fyrir framan öll property nýju ákveðið vendor prefix, bara forskeiti fyrir þann vafra. Þannig að ef við vorum með eitthvað fyrir WebKit vafran sem er í grunninn þaðan sem Chrome kemur og það sem Safari að þá varstu með dash WebKit dash heitið á eigindinu og þá get ég byrjað að nota það í raun almennt, en svo kom Firefox og Firefox gerði það líka og þau voru með dash mos dash og svo gerði Internet Explorer líka og það var dash ms dash og svo gerði Opera líka og það var dash og þannig að þið sjá að þetta skalaðist ekkert svakalega vel. Þannig að ef ég vildi styðja þetta í öllum þessum vöfrum þá þurfti ég að setja inn staðlaða sem var án allra forskeita og svo öll forskeitin sem ég vildi staðla. Og þetta var alveg bara fáránlegt vesen. Og það var bara það mikið vesen og það mikið bara legacy að því að svo þurfa vafrarnir að styðja þetta bara að eilífu. Af því að þeir eru bara búin að gefa þetta út og það er fullt af vefjum sem nota þetta þannig að þeir verða bara alltaf að hafa þetta. Þannig að núna er þetta ekki lengur gert svona. En við gætum lent í eða þurfum að nota þetta í verkefnum fyrir eftir hvað við erum að nota. Þá eru til tól sem leysa þetta fyrir okkur og stærst af þeim er auto-prefixer. Og þá þetta ef ég vil nota display flex og user select og none sem er í raun, við getum sagt að það sé ekki hægt að selecta texta svona. Þegar oft getur að vera með einhverja virkni sem á að virka þannig að ég þarf að íta eitthvað niður og gera eitthvað og þá getur text selection í vafranum fara að gera eitthvað skrítið. Eða ég vil í raun að textin flæði í gegnum element. Ef ég set mynd og texta þá get ég oft ekki valið textan, það er eitthvað sem lenti í, mjög pirrandi. Allavega, ef ég vil nota þessa virkni og ég vil styðja 4 seinustu útgáfur af öllum stærstu vöfrunum, að þá get ég í raun keyrt það inn í... Ég finnst eiginlega eftir að hætta með hámarkið. Eða lágmarkið segja. Ertu að spyrja mig, þú á Zoom, eða er þetta óvart ekki mjútast? Ojojoj. Það er alveg farlegt. Ok. Svona. Úpasí. Já, þannig að þá fer ég hérna inn á auto-prefixer vefinn og ég segi hérna hvaða útgáfur vill ég styðja, seinustu eina útgáfu, þannig að hérna er linear gradient til dæmis og þá sjáum við hérna að við fáum kóðan sem er í raun veitir okkur fullan stuðning fyrir grid, transition, all og user select none og background linear gradient. Þannig að við sjáum hérna eins og ég sagði þetta er orðið það vel stutt og þetta virkar. En user select er ennþá í raun með þessi prefix sem við þurfum að setja inn ef við ætlum að styðja í raun allar seinustu eina útgáfu af öllum vöfrum. Svo núverandi útgáfu og eina í viðbót. Og síðan ef ég færi hérna eitthvað, seinustu 5 útgáfur og þá dett inn fleiri gildi. Af því að þetta byggir alltaf því hver bara stuðningurinn er hérna úti og hvað er fólki sem er að nota vafran okkar, hvaða útgáfur er það með. Og þá kemur þetta aftur inn á þetta að vafrarnir séu að auto-updata sig og segja okkur reglulega hérna ef við erum búin að vera kveikt tölunum eitthvað gett lengi, þá byrjar alltaf með sér Chrome, það kemur svona, það er gult, svo verður það svona aðeins bleikara, svo verður það bara rautt og svo verður það bara eitthvað þú verður að restarta vafranum. Og þá er það í raun að keyra í nýja útfærslu sem hugsanlega kemur með bæði bugfixa og einhverja nýja virkni, eða nýja stuðning við virkni. Og þetta kemur sér út frá upplýsingum sem bara haldið af bara einhverju fyrirtæki með einhverju leyti en að miklu leyti bara sjálfboðavinnu og open source hreyfingu. Þá er þetta stærsti vefurinn sem veitir ykkur aðgang að þessu og það er bara hérna caniuse.com og það er bara spurningin sem við svörum hérna user select og þá fáum við hérna upp CSS property user select og þá sjáum við aftur hérna. Ég held að við erum búin að kíkja á þetta, ekki? En hérna getum við bara flett þessu öllu upp og séð í raun hvað er stutt í hvaða vöfrum og í raun ef það er eitthvað einhver known issues þá getum við séð hérna að iOS getur verið með einhver vandræði og svona. Og þetta er í raun bara sífellt í vinnslu þannig að hérna í gær var bara komin 3 nýjir featurear eða 3 nýjir hluti sem er verið að trakka. Til dæmis CSS nesting sem er mjög áhugavert. Það er
nýr feature í CSS til þess að skilgreina selektora inn í selektorum eins og við munum sjá í SAS sem leyfir okkur að þá nýta, við þurfum ekki að vera að gera þessu kannski gert hérna table tier, td eitthvað svoleiðis, þannig að við getum bara nesta þetta inn, en þetta er búið að vera svona í svolítið svona hvernig á að staðla þetta því það er svo sterkur grunnur frá öllum þessum tólum eins og SAS og Less og Stylus sem eru til, sem eru svona supersett ofan í CSS sem við möttum að skoða aðeins eftir 2 vikur eða 3 að það vildu, þau sem eru að staðla vildi ekki bara gera nákvæmlega eins og tólin, heldur vildu fara bara að skoða þetta alveg mjög grundigt og bara fara og yfir þetta og gera svona, en þetta er sem sagt á leiðinni og alls konar, þannig að spennandi dæmi. Síðan er líka nýleg virkni sem var bara sérstaklega hönnuð og sett inn í CSS til þess að geta spurt bara í CSS, get ég notað þetta? Styður tæki sem ég er að keyra þetta? Og þá getur tæki sagt ég styði þetta eða ekki. Það er kallað feature queries og þá getum við sett inn eitthvað eins og tæki sem ég keyri á, styður þú writing mode sem er hann til þess að breyta hvernig textinn er birtur eins og við sáum í dæminu áðan. Styður þú að setja hann vertically left to right og þá vil ég segja já, ok, þá vil ég float honum til vinstri og setja writing mode vertical left to right. Þegar ég var að gera bæði til þess að líti út eins og vildi, því ég var að færa hann út úr normal flow og færa hann upp á rönd. En ef ég vissi ekki hvort það væri og ég myndi bara gera float left og þetta hérna væri hunsað, þá myndi síðan mín líta skelfilega út, ja, illa út. Síðan er tengt þessu eru svona polyfill sem eru svona sim fyrir hérna vafraumhverfi. Þá er það í raun að þú getur keyrt bara einhvern JavaScript kóða sem að leyfið þér að nota ákveðna virkni og þá get ég sem sagt bæði verið með einhvern vafra sem styður ekki hlutinn og verið að nota í raun einhverja virkni sem kemur kannski ekki fyrir eftir hálft ár, en ég get sett inn virkni sem emulerar hvernig staðallinn mun virka. Það mun vera hægt, það mun vera brothægt, en ég get byrjað að skrifa virknina eins og hún verður. Og þetta var mikið til dæmis fyrir JavaScript virkni áður en við náðum í raun ákveðnum svona grunnpunkti í því hvað var stutt í vöfrum, sem eftir að sjá aðeins seinna. En þá er til dæmis eins og fyrir CSS nesting og hérna CSS layer sem er líka annað, að þá er í raun partur af stöðlunarferlinu er að það er einhver aðili sem fer í það að skrifa polyfill fyrir vafrana, þannig að þegar einhverju vefforritar koma inn og segja hei, þetta er geggjur ný virkni, ég vildi geta notað hana, þá er bara eitthvað hei, þú getur notað þetta polyfill og svo bara fylgistu með og hættir að nota það þegar stuðningurinn er komin yfir þitt markmið fyrir þá notendur sem þú ert að skrifa fyrir. Þannig að þá getum við verið að skrifa CSS með því að nota tækni sem er jafnvel bara í stöðlun, er nýlega komin út, en bara svo lengi sem við prófum og vitum í raun hvað við erum að gera, þú veist. Og þá er það, til dæmis, ef ég skrifa allt bara og ég nota bara Chrome á Windows, hvernig lítur þá vefurinn minn út í Safari? Af því að allir vafrar á iOS eru Safari, sem þýðir þá ef ég bara sé, þetta er gott, kannski ég opna þetta líka í Firefox á Windows, svo bara eitthvað, þetta er næs, og svo bara ef ykkur opnar þetta í vafra á iOS-tæki, þá bara lítur eitthvað hræðilega út af því það er eitthvað brotið. Og þá er það bara að passa sig að prófa fyrir þau tæki sem við erum að fara að styðja. Og þá getur komið inn í það að vera með eitthvað svona analytics, þar sem við setjum inn eitthvað kóða sem fylgist með því hvað fólk sem heimsækir vefinn okkar á hvaða tækjum þau eru. Það tengir síðan inn svona GDPR pælingar, en hafa eitthvað svona baseline til þess að vita hvað við erum að styðja. Og svo erum við að vinna þetta alltaf í umhverfi þar sem við erum að vinna innan einhvers fyrirtæki sem er að framleiða einhverja vöru sem er með VF viðmót, og við vitum til dæmis að þetta er notað í einhverju umhverfi í fyrirtæki þar sem eru einhver embedded tæki sem keyra bara Windows XP og E6, og þá erum við bara ekki í góðum málum af því að það er mjög erfitt að skrifa fyrir E6 og þá þurfum við bara eitthvað að gleyma öllu sem við vitum CSS og fara bara aftur í CSS sem þeir eru að nota núna í verkefni 3 sem er svona fyrir 10 árum síðan. En þetta er allt bara spurning það að vita fyrir hvaða markhóp við erum að skrifa og síðan prófa í alvöru tækjum. Og undirliggjandi þessu öllu er að hafa þetta progressive enhancement hugafar sem er bara að passa upp á það
hvað ef þetta brotnar, hvað ef stuðningurinn er ekki til staðar. Síðan fleiri virkni, bara svona til að halda áfram að skoða, þá eru CSS variables sem eru þá leiðir til þess að skilgreina breytur inn í CSS-inu okkar, líka stundum kallað custom properties. Og þá þetta eins og þau kannski séu hérna, ég er alltaf að setja inn einhverja svona galdra liti eða galdra stærðir. Þá getum við bara alveg eins og í forritun, við getum búið til breytuheiti sem að gefur þá meiri upplýsingur hvað þetta er. Þetta er aðalliturinn, þetta er brandliturinn, þetta er aðalleturstærðin, eitthvað svoleiðis. Og þá getum við auðveldlega bara, eins og með breytur yfir höfuð í forritun, auðveldlega gert breytingu á einum stað sem að mun propagata út allt í útlitinu okkar. Og þær eru skilgreindar eins og bara property nema við setjum dash fyrir framann og svo heitið á breytun okkar og síðan gildið. Og gildið getur bara verið hvaða CSS leyfilega gildið sem til er. Og ástæðan fyrir þessu hérna í raun að við erum að búa til okkar eigin custom prefix. Þannig að við erum ekki með einhvern vendor prefix hérna á milli eins og MS eða MOS eða eitthvað svoleiðis, heldur erum við að búa til okkar eigin. Þess vegna heitir þetta með dash sem er mjög skrítin syntax. Síðan til þess að ná í gildið úr breytunni, þá notum við var-fallið. Þannig að ef við búum til einhverja breytu hérna sem heitir bara color, gefum henni litinn eitthvað og eitthvað kemur fyrir, við gerum villu eða eitthvað, við setjum eitthvað gildi sem er ekki leyfilegur litur, þá getum við sett breytuheiti hérna og sett síðan fallback gildi ef svo kynni að þetta hérna gæti ekki verið túlkað sem nýtanlegt gildi í eigindið, að þá mun fallback gildi vera notað. Síðan svona ákveðin núansar í hvernig þetta er að eftir því hvar við skilgreinum breytuna þá getum við yfirskrifað frá og með þar út frá kasketinu hvernig breytunin okkar er notuð. En yfirleitt er þetta sett í root gerfiklassan sem er í raun sett sem rótin á öllu trénu. Þannig að ef við skilgreinum breytunin okkar inn í selectorsins root þá er það í raun það sem allt erfir frá. Þá getum við sett breytur þar sem munum erfast yfir allt í gegnum kasketið. Svo getum við notað kalk líka inn í þessu, þannig að við getum sagt einhverja breytu, sinnum eitthvað ákveðið, þannig að við getum fara að gera svona frekar, við getum abstraktað útlitið okkar í breytur, sem er alveg svona mjög áhugaverð pæling. Hvað gerist þegar að ég er ekki lengur að vinna bara alltaf með einhverja pixeltölur eða einhverja relatívar tölur, heldur ég bara að reikna öll gildin út frá einhverju forskrift. Og þá getum við fara að opna svona ýmsir hlutir. Það er að gefa svona þemu, það er að breyta og stækka og gera alls konar. Þannig að hér erum við með einhverja breytur og ég get séð hérna þess að ef ég er bara í einhverju að þá fæ ég alltaf hérna neðst þess að bara root og þá er búið að skilgreina hérna eitthvað, font base size, font header size, einhver multiplier og einhver margins. Og þá er þetta aðgengilegt sem breytur í öllu trénu. Og þá getum við sagt bara hérna, margin bara var margins. Þá sé ég hérna með DevTools hver er gildið í þessu. En þá verður þetta aftur svolítið svona, það er eitt layer of interaction þannig að ég þarf að vita hvað er gildið sem er á bak við þetta. Þannig að það verður aðeins erfiðara að geta séð í staðinn fyrir að sjá bara 2 sinnum 4 EM hérna. Þá þarf ég að fara að leysa úr breytunum og síðan í relatífu reikningana. Þannig að þetta verður svolítið svona auka ves. En síðan er í raun reiknað gildið alltaf hérna og þá getum við séð í raun aftur hérna að þetta var reiknað út frá kalk hérna. Síðan getum við sett breyturnar annars staðar í trénu, það er einhvers staðar hérna. Þannig hérna getum við sett main color og já, hérna getum við sett breytt header size. Þannig að header size var hérna í grunninn, já, nú eitthvað bilað hérna. Þannig að þá getum við yfirskrifa breytuna með inline styles. Þetta til dæmis leyfir það að þegar við fyrir að skoða hvernig við getum nota transitionir og animationir til þess að hreyfa hluti á vefnum okkar. Og þá getum við sendt inn gildi. Við getum jafnvel nota JavaScript til þess að reikna út eitthvað. Við ætlum að láta eitthvað sveiflast í hringi út frá bara, og við notum cosinus og einhverjar aðgerðir sem við höfum ekki í hérna CSS. En við getum þá í raun reikna það í JavaScript og sendt breytuna bara sem CSS breytu í CSS-ið og látið þannig hérna útlitið okkar uppfærast sem að getur verið mjög töff og mjög svona einfaldar svolítið oft flókna
flóknar animationur. Síðan eru sumir vafrar hafa, eða sum tæki reyndar, eru bara með einhverja ákveðna birtingu, eins og eftir náttúrulega að iPhone kom út og var ekki lengur með ferning fyrir skjá, heldur er núna með rúnaðar hliðir og notchið sem kemur upp að ofan. Að ef ég er með vafra, eða ég er með vafra í þessum tækjum og ég er að birta eitthvað og það er einhvern veginn í full screen eða ég er búinn að snúa símanum, og þá getur efnið mitt í raun farið undir annarkvort rúnaða efnið eða undir notchið, þannig að það sést ekki, eða ég get bara verið í öðru tæki sem er bara ekki búið að finna upp, þríhyrningssími jafnvel. Og ég vill þá einhvern veginn vita hvað er öruggt svæði fyrir mig til þess að setja inn efnið mitt, og þá er hægt að kalla í env sem að getur gefið okkur ákveðin gildi, til dæmis eins og save area inset bottom. Hvað er hversu mikið pláss þarf tæki sem er að birta vefinn minn til þess að í raun gera eitthvað í botninum. Og þá er til dæmis eins og þetta ef þið hafið notað Safari á iOS og þið ætlið að íta á eitthvað takka sem er svona settur neðst og þið ítið á þessi takkin og í staðinn fyrir að íta á takkan þá poppar upp navigation parturinn á Safari. Þá er það út af því að það er ekki save area. Það er area sem er gert fyrir vafran til þess að vera með eitthvað action á vafran sjálfan. Þannig að þið þurftið alltaf að íta efninu upp um cirka 18-20 og eitthvað pixla til þess að lenda ekki í því zóni. Þá er hægt að nota það með kalk og env save area inset bottom til þess að gera þannig að takkin okkar er aldrei í þessu hitzóni. Af því að þetta er aftur svona hluti sem er bara svona aftur. Síðan er tengt les átt á þessu að ef við hættum að hugsa okkur í svona okkar vestræna heimi þar sem allt er lesið frá vinstri til hægri yfirleitt og förum í raun að aftekja okkur því og hvernig er þetta í raun ef við abstraktum að það er það sem að logical properties gera, þá eru þau ekki physical, þau eru ekki byggð á því bara vinstri og hægri, þau eru byggð á logík, hvernig er þetta lesið. Þá í staðan fyrir að segja bottom eða left, margin bottom, margin top, margin left, margin right, að þá notum við logical gildi og þau byggja á því hvernig eðlilegt flæði er reiknað, af því það segir ekki left, right eða top eða bottom eða eitthvað svoleiðis. Það er bara blokk og inline og blokk er í raun bara þetta, fyllir upp í plássið sitt, inline, stakkast í línu og þá hvað við notum það fyrir margin. Og þá getum við sagt margin inline, þá ef við erum að lesa frá vinstri til hægri, þá er margin inline að fara að skilgreina vinstri og hægri og ef við ætlum að byrja á byrjuninni á inline eða byrjuninni á blokk, þá getum við sagt padding inline start eða padding inline end og þá er að vísa það þar sem að paddingi byrjar í lesröðinni. Og þetta síðan tengist í hvernig flexbox virkar og hvernig flexlínurnar, eins og við sjáum í næsta fyrirlestri, eru skilgreindar. En þetta gerir það verkum að við getum í raun, þegar að stuðningurinn við þetta er orðinn nógu góður, til dæmis iOS í Safari styður ekki logical properties nema í heldur því sem er í beta núna, ég man ekki hvort hann er komin út. Þar er það ekki stutt, þannig að við getum ekki með góðu máti nota þetta nema að nota eitthvað eins og autoprefixes sem breytir þá því þegar við skrifum padding inline yfir að vera bara padding left, padding right og svo gildið okkar. Svo erum við border radius, þá getum við rúnað boxin okkar. Þannig erum við aðeins búin að, höfum við tækifæri til þess að hætta að vera bara með ferhyrnd box og þá getum við skilgreint annarkvort hringlaga horn eða spórisklega. Þá er aftur eitthvað svona tól til þess að búa til border radius og þá get ég gert eitthvað hérna til þess að 500 px eitthvað, þá get ég gert eitthvað fínt. Svo er þetta líka komið inn í vafran að einhverju leyti, þannig að hérna er með eitthvað fínt box sem er komið svona rúnu horn og það var ekki, það er bara í Chrome þar sem ég get farið fengið upp editor fyrir þetta. Þá get ég sett hérna og þá get ég bara aukið þangað til ég enda bara með hring og þá er ég sett border radius 50%, þá er það bara hringur.
eða gert eitthvað svona og það þarf í raun ekki að vera border heldur á boxinu, þannig að ég getur bara gert svona box á þess að gera neitt og gert bara eitthvað svona snirtilegan 4 pixla, 5 pixla og þá fáum við svona, þetta er ekki alveg groddaralegt. Svo getum við sett box shadow, þá getum við sett þess að við settum á texta, þá getum við sett á boxin okkar, þá getum við blandað bæði ytri og innri eða ytri og innri skugga á box. Og þá það bara hérna á svipaðan máta að við segjum í raun innri og ytri skugginn, þannig að þessi hérna er bara með ytri skugga, þá það í raun offsetið á ásónum, hversu mikið hann er bluraður, þannig að alveg frá því að vera bara harður litur yfir í það að fá á sig svona meiri útfeitun og hversu mikið dreifir úr sér og svo liturinn sjálfur. Það auðvelt að taka á svona og gera bara eitthvað svona alls konar box shadow og gera það nice, en svona létt treatment með border radius og box shadow getur látið svona gefið vefnum okkar og UI-num sem við erum að smíða svona ákveðna dýpt, þegar svo hlutinni sé ekki bara flatir á skjá, þegar það sé svona eitthvað á bak við á. Svo erum við með CSS Shapes og CSS Shapes leyfa okkur að taka myndir og aftur brjótast úr boxinu með því að láta textan raða sér upp við myndina í staðinn fyrir að vera bara fastsettur hérna í línu niður. Þá getum við annarkvort skilgreint okkar eigið shape sem er það bara hérna einhver ellipsa með einhvern ákveðin radius sem við getum skilgreint. Þá það hvað sem er óháð myndinni, eða við getum notað í raun alpha channelið í myndinni, þannig að við erum hérna með PNG mynd. PNG myndir geta haft alpha channel sem er í raun bara partur af myndinni sem er gegnsær og þá sjáum við það er alltaf með svona checkerboard fyrir aftan sem gefur til kynna hvað er annarkvort full gegnsætt eða semi-opaque eða semi-transparent og þá getum við látið í raun shape outside reiknast út frá því, þannig að hérna reiknast þetta bara út frá myndinni. Svo erum við með object fit sem að, ég ætla að vera dæmi, en það hérna leyfir okkur að stýra því hvernig eitthvað efni sem við erum búin að embedda eða innfella er meðhöndlað og þá er þetta með myndir í responsive, stór partur er að ef við setjum mynd sem er bara eitthvað ákveðin stór að það er erfitt að segja að hún hafi alltaf það pláss sem hún þarf til að birtast. Þannig hugsanlega viljum við einhvern tímann skera af henni en þetta er bara eins og ef við erum að reyna að horfa á hérna gamla bíómynd í widescreen skjánum okkar og þá munum við alltaf fá eitthvað svona annarkvort svona letterboxing eða svona toppbars sem því þá er það alltaf skorið einhvern veginn. Þú þarft alltaf að skera af. Ef þú ert ekki með skjá sem birtir myndina fullkomlega eftir því hvað ratioið hlutfallið á hún er, þá mun alltaf eitthvað letterboxing í þessi stað. Og þetta leyfir okkur að stýra því hvernig það gerist. Þannig hérna getum við sagt bara fill og það er náttúrulega eiginlega aldrei það sem við viljum, þar sem við tegjum bara myndin út og því þá fer öll proportion bara út. Eða cover og þá er þetta eins og ég var að tala um hérna með background attachment áðan. Nei, hérna, já. Að hérna erum við að láta hana covera, þannig að við erum sátt við það að þessi skorið ofan af henni út af því að við viljum í raun frekar fylla upp í elementið þannig að elementið sé með myndina að öllu leyti eða hlutina að öllu leyti. Contain og þá er það í raun öfugt, við viljum alls ekki að þessi skorið, heldur viljum að myndin sé alltaf öll sýnileg sama hvert elementið er á stærð og svo bara none, þá erum bara sett beint inn og við getum í raun ákveðið þá með position eigendunum hvernig hún er staðsett í grunninn. Þannig hérna er í grunninn staðsett miðjan á myndinni er miðjan á elementinu en hérna getum við sagt með object position og þá getum við skilgreint hvar myndin er sett í grunninn og þetta eru leiðir til þess að eiga við þetta sem við ættum að skoða betur í næsta tíma og svo held ég að þetta er seinasta já og við tökum okkur pásu. Það er clip path og þetta er hluti sem er mjög skemmtilegur að því leyti að við getum verið með eitthvað ákveðið element og síðan fyrir elementið þá skilgreinum við clip path á það. Þannig hérna er ég bara með einhverja mynd og hún er svona stór, þannig að ef ég fjarlægi clip pathið þá er hún bara ferningur í raun og veru en ég vel hana svo bara með einhverju selektor og ég segi svo bara clip path á elementið og þá get ég farið að
bara skera út myndina eftir forminu sem ég með. Þannig að nú ætlum ég bara með einhvern hring, ég bara skera hérna hvernig myndin lítur út. Svo get ég verið með ellipsu og þá get ég skilgreint í raun bara einhver reikniformúla fyrir það hvernig hún teiknuð ellipsan og þá hún dregin einhvern veginn utan myndina eða utan elementið og það bara fjarlægt eða polygon og þá það aftur, ég skilgreini einhver hnit, bara eins mörg og polygonin minn þarf að vera með, þetta bara hnit og svo bara dregið eftir því og allt sem utan polygonsins fjarlægt. Þá get ég bara gert eitthvað svona og það skemmtilegt og eða ég get verið með path og þá get ég tekið SVG path eða bara SVG mynd yfir höfuð og ólegað hana ofan á elementið mitt og þetta þetta svona það sem hvað heitir þetta aftur sem teiknar, turtle teiknari byrjaði á þessum stað, teiknaði línu í 100 pixla í þess átt og gerði svo svona og eitthvað og þá get ég farið hérna og ég get einhver af þessum gildum gera eitthvað, ég ekki mjög góður í að lesa út hérna. Ég get búið til endalaust flókin form og skorið elementinu mín út. Sem þýðir að með þessu getum við farið að gera animationir þar sem við erum að gera eitthvað svona hringi sem að svona zooma inn eða menja þessum ítið á og svona hann kemur í einhverju svona óreglulegu formi yfir skjáiðin eða við getum búið til svona blob effekt þar sem við erum með einhvern svona polygon utan einhverja mynd og ég get svona hægt og rólega hreyft myndina þannig að það lítur út eins og hún sé eitthvað svona og þarna hún opnast fyrir það bara að teikna með frekar einföldum syntax í raun bara clip path og svo hversu flókið formið mitt og þá get ég bara leikið mig með það sem birtist á skjánum. Þannig að þetta aftur svona element sem við getum transitionað, við getum látið það breytast frá einu gildi yfir í annað á tíma með hröðun, þá getum við látið eitthvað animationir eiga sér stað. Þetta seinasta svona í svona grab bag af áhugaverðu CSS-dóti. Skulum taka okkur pásu og byrja aftur klukkan 16:30.